Góðan daginn, við erum saman komin hér í dag til að kveðja hann Baldur Ólafsson hinstu kveðju. Við kveðjum hann í trú og hann sé á góðum stað, þar sem engar sorgir hjá og engar áhyggjur þjaka. Hér erum við líka saman komin í dag til að fagna yfir farsælu lífi hans. En við ætlum að hefja stundina með því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpaðu okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa þessa stund og þær minningar sem hún helguð, leyfðu okkur að finna þína nálægu ást. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn. Já, eins og næturvaka, kenn oss að telja daga vora að þér megum meðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Mig gleður sí
Opinberunarbók Jóhannesar ritað: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínu. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég geri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Við heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og ég bið þau ykkar sem treysti ykkur til að rísa á fætur. Jesús segir: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég Veginn þangað sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Já, kæru vinir, við erum hér saman í Guðshúsi og við segjum stundum að hér fái orð og þögn að búa hlið við hlið. Hér er leyfilegt að syrgja og hér er líka leyfilegt að þakka. Hér megum við líta upp úr amstri dagsins og taka á móti þeirri von sem trúin ber með sér. Að líf okkar snúist ekki aðeins að telja daga vora, heldur sé saga sem hafi merkingu. Og að Guð, sem þekkir okkur með nafni, hafi haldið utan hana frá upphafi. Í Biblíunni er sagt að hverjum manni sé mældur tími og að dagar okkar séu í Guðs hendi. Þegar við kveðjum Baldur Ólafsson finnum við bæði fyrir missi og þakklæti. Missi vegna þess að rödd hans og nærvera eru horfin úr okkar daglega lífi, en þakklæti vegna þess að við megum horfa yfir líf sem var langt, gæfuríkt og í senn einfalt og traust. Líf sem bar vott skyldurækni, nægjusemi og tryggð við heimahagana. Jarðarförin er ekki aðeins til að rifja upp staðreyndir, heldur til að bera fram það sem hjarta okkar veit. Að kærleikur skapar spor í lífi annara. Það sem við munum er ekki einungis hvað Baldur gerði, heldur hvernig hann var. Rólegur og yfirvegaður, framsýnn og vinnusamur maður sem kunni að meta hið smáa og halda fast í hið sanna. Nú skulum við færa okkur nær þessari sögu og þakka fyrir hana og biðja Guð að hann styrki þau sem syrgja og veiti Baldri sinn eilífa frið. Baldur Ólafsson fæddist í Dísukoti í Þykkvabæ 30. október 1929. Foreldrar hans voru þau Ólafur Markússon frá Dísukoti og Hrefna Jónsdóttir frá Árbæ. Baldur var næst elstur í 4 systkina hópi. Elst var Alda, fædd 1928, þá Bragi fæddur 1931 og yngstur og svo eini eftirlifandi er Jón, fæddur 1935. Blessuð sé minning þeirra látnu. Baldur ólst upp í Árbæjarhjálu í Holtum til 8 ára aldurs, en foreldrar hans fluttu þá í bjóluhjáleigu. Baldur átti fína æsku sem þó virðist ekki hafa verið honum neitt sérstaklega hugleikin. Sem ungur maður fór Baldur á vertíðir til Vestmannaeyja. Þar vann hann við að beita og einnig á sjó. Þegar hann var að læra að beita, þá fannst hann vera óþarflega lengi að því miðað við þá sem unnu í kringum hann. Hann brá þá á það ráð að vakna bara eldsnemma, langt á undan hinum og vera vel á veg kominn þegar vönu beitingamennirnir byrjuðu daginn. Fyrir þau ykkar sem ekki vitið, þá voru þessar vertíðir svona nánast frá janúar og fram í maí. Á þessum tíma þá klæddist Baldur lopapeysu við alla vinnu. Auðvitað blotnaði peysan við vinnuna og þæfðist með tímanum. Þannig var hún hlý, en á sama tíma svo óþægileg og svo stíf að hún gat eiginlega staðið sjálf. Og hún var svo óþægileg og stíf að Baldur gat aldrei hugsað sér að fara aftur í lopapeysu eftir vertíðarnar. Þegar Baldur var að vinna sem fláningsmaður og í sláturhúsinu Hellu og síðar sem sláturhússtjóri, kynnist hann tilvonandi eiginkonu sinni Sigríði Pálsdóttur frá Fit. Sigga, eins og hún var alla tíð kölluð, átti það til með að grínast með að hún hefði getað náð í hvaða mann sem var. En Baldur hefði einfaldlega verið langsætastur. Þeir fóru svo að búa félagsbúi í bjóluhjáleigu árið 1954 og bjuggu þar til 1957 þegar þau fluttu á Fit og bjuggu félagsbúi þar ásamt Viggo Pálssyni, bróður Siggu, til ársins 1963. Baldur og Sigga voru ólík en samrýmd og duldist það engum að þau elskuðu hvort annað. Þau eignuðust 3 syni, þeir eru í aldursröð, Ólafur Pálmi, fæddur 1952. Eiginkona hans er Gunnheiður Guðlaug Þorsteinsdóttir. Dætur þeirra eru Ragnheiður, maki hennar er Gunnar Óli Sigurðsson. Dætur Ragnheiður og Gunnars eru Erna Guðlaug og Unnur Ösp. Fyrir átti Ragnheiður dóttirina Tinnu Björt Jónsdóttir. Þau eiga líka 1 barnabarn. Jóhanna, maki hennar er Gísli Jens Snorrason.
Börn þeirra eru Snorri Steinn, Ólafur Pálmi, Sunna Rún og Theodór Andri. Yngst af dætrum Ólafs og Gunnheiðar er Sigríður Björk, maki hennar er Jóhann Jensson. Börn þeirra eru Baldur Bjarki, Gísli Jens og Gunnheiður Eydís. Næstur er Jóhann, fæddur 1955, kvæntur Svanhvíti Ólafsdóttur. Dætur þeirra eru Mari Linda, synir hennar eru Svanur Jóhann, Jakob Ingi og Sigurður Helgi Reynisynir. Barnabarn Maríar er Bjarkey Líf. Elín, maki hennar er Samúel Sveinn Bjarnason. Börn þeirra eru Bjarni Guðjón, Svanhvít Birna og Kristófer. Yngst af dætrum Jóhanns og Svanhvítar er Lóa, maki hennar er Eyjólfur Þór Guðmundsson. Sonur Lóu er Jóhann Styrmir Friðriksson. Synir Eyjóls eru Sindri Snær og Aron Logi. Yngstur af börnum Baldurs og Sigríðar er Óskar, fæddur 1961, giftur Kristínu Rós Jónsdóttir. Börn þeirra eru Baldur Freyr, maki hans er Sóley Ósk Einarsdóttir. Dætur þeirra eru Gabríela Líf og Ísabella Ósk. Hólmfríður Jóna, maki hennar er Andri Már Halldórsson. Börn þeirra eru Óskar Már og Matthías Már. Yngst af börnum Óskars og Kristínar er Ástrós, maki hennar er Kristján Már Ólafs. Sonur þeirra er Birkir Már. Baldur og Sigga eru stolt af fólkinu sínu alla tíð og óspör á hrós. Er þetta ekki annars rétt upptalning? Já, gott. Annars verður það að skamma einhvern annan, sko. Ólafur og Gunnheiður kom inn í búskapinn með þeim Baldri og Siggu árið 1973 og byggu þau félagsbúi þar til Baldur og Sigga hættu árið 1997. Það var þó ekki þar með sagt að Baldur væri hættur að skipta sér af búinu og tók hann virkan þátt í búrekstrinum fram á tíræðisaldur og náði þeim árangri að fara í fjós í 81 ár. Toppiði það. Baldur kunni alla tíð vel við sig í sveitinni, hann vildi hvergi annar stað vera. Það var að minnsta kosti ómögulegt að hugsa sér að gista einhvers staðar annar staðar. Baldur var framsýnn maður. Það er ekki alveg sama að vera bóndi og að vera bóndi. Sumir eru bændur af lífi og sál og meðan aðrir fengu kannski ekki endilega að ráða hlutskipti sínu og var ekkert annað í boði en að gerast bændur. Baldur var svo sannarlega bóndi af lífi og sál og sást það einna best á því hvað hann naut sín vel við að vera í kringum kýrnar. Hann söng fyrir þær og var til dæmis alltaf fyrstur kominn út í fjós. Eins sést það líka vel á því hversu framsýnn hann var í því sem hann tók sig fyrir hendur. Þegar þau hjónin fluttu á Fit fór hann strax að huga því að byggja nýtt íbúðarhús og fluttu þau inn í það árið 1961. Baldur tók svo við að yrkja jörðina og urðu til tún fyrir neðan ál sem gáfu af sér gæða töðu. Hann kom með nýja sýn á heyverkun, bæði súrhey og þurrheysverkun, byggði nýtt fjárhús, stækkaði fjósið og svona mætti lengi telja. En þegar við tölum ræktun, þá verðum við náttúrulega komin á kartöfluræktun, en hún var honum mikilvæg. Hann fór á hverju ári í Borgartún í Þykkvabæ og sótti útsæði. Það sett hann svo alla jafna niður í byrjun apríl. En eins og þið vitið, þá getur nú gengið á ýmsu með veðrið í apríl og einhvern tíma lá snjór yfir kartöflunum í þó nokkuð tíma. En þær tóku svo að lokum vel við sér eins og alltaf. Það var eitt árið sem uppskeran var sérstaklega góð og gat hann þá keypt bæði nýja dráttaver sem var að sjálfsögðu af tegundinni... Hvað? Var það? Nei. Mass? Nei, það var Deutsch. Það var Deutsch, já. Og skítadreifara fyrir sölun á kartöflunum. En þær voru seldar í kaupfélaginu Þór á Hellu, einhverju hluta vegna. Það var nefnilega þannig að pólitík gat skipt og jú vissulega skipti fólki ennþá miklu máli. Fyrir Baldri þá var bara einn flokkur. Hann skildi kjósa og honum skildi treysta. Baldur sat í hreppsnefnd og öðrum nefndum. En svo var líka auk þess miklu þægilegra að keyra í gegnum Hvolsvöll til að sækja eldsneyti og aðra þjónustu á Hellu. Baldur, hann var náttúrubarn og sveitakarl. Hann naut sín vel út í náttúrunni, hann var góður stangveiðimaður enda ólst hann náttúrulega upp á bökkum Ytri Rangár. Hann naut þess að tína ber og þá var saftað heilmikið. Eins bjó Baldur vel af þekkingu sinni á slátrun og verkun á kjöti. Hann var ósjaldan fenginn til að hjálpa á bæjunum í kring. Á Fit var passað upp að byrgja búið upp að mat. Það var saltað í eikartunnur, kinda og hrossakjöt, svo var gerð bjúgu og reykt ásamt öðru lamba og sauðakjöti. Baldur sá kjötið og meðan Sigga sá að elda og baka. Baldur var svo reynda farin að bjóða upp á nýbakað brauð og jólaköku nánast á hverju morgni eftir fjós.
Ég sagði frá því áðan að Baldur hefði notið þess að syngja fyrir kýrnar, en hann söng við flest tilefni. Hann var mikill söngmaður, var í kirkjukór og eins í karlakór Rangæinga. Hann var það sterkur söngmaður að það var eiginlega bara þannig að hann gat sungið allar raddir og kórstjórinn sem ákvaða hverju sinni hvar vantaði helst sterkan söngmann. Hann sagði sjálfur frá því að hann hefði ekki orðið bóndi þá hefði hann sennilega endað sem organisti. Honum hefði boðist að læra en ekki haft hugrekki til að þiggja það. En tónlistin átti allan tíð stóran sess í lífi hans og þá helst gömlu lögin og klassísk tónlist sem ómaði í útvarpinu heima á Fit. Baldur var nægjusamur maður með meiru. Það þurfti ekki að flækja hlutina óþörfu og engin ástæða til að vera með eitthvað óþarfa pjátur. Einfaldleikinn var sannarlega bestur. Það er fólkinu hans til dæmis eftirminnilegt að hann notaði sama spilastokkin í mörg ár þrátt fyrir að eiga nýjan. Kannski var líklegra að kapallinn myndi ganga upp með gamla stokkinu. Eins hafði Baldur gaman að því að spila bridge og leysa krossgátur og fréttatíminn var honum sérstaklega heilagur. Rólegur maður með einstæmum sem var ekki að æsa sig nema þá kannski helst yfir einhverjum íþróttaleikjum, skildist mér. En hafði eins og þið vituð öll sterkar skoðanir og ef hann var búinn að móta sér skoðun þá var ekkert verið að fara að breyta þeirri skoðun. Þetta var allt einfalt og meira þess að það einfalt að allir hundar sem Baldur og Sigga áttu hétu Kátur. Baldur var líka lúmskur húmoristi og þetta nefnaði í sambandi við Kát að það var mjög fyndið þegar Kátur var fenginn til að prófa rafmagnsgirðingarnar. Baldur var líka bílakarl. Hann naut þess að rúntum og skoða landið. En stundum voru bílar að flækjast fyrir honum. Og því hvert hann ætlaði að fara og gat að því farið stundum þannig að yrðu árekstrar ef menn voru ekki átt að sjá því hvað hann ætlaði sér að gera. Einu sinni var það þannig að þegar Sigga var komin inn á kirkjukvól þá hringdi hún í Baldur og baði hann að fara og tína nokkuð ber fyrir sig sem hann auðvitað gerði eins og allt. En þegar hann var að keyra út Fljótshlíðina þá kemur hann upp á ásinum við Moskvól og hann eitthvað óvenju mikið að horfa í kringum sig og átta sig allt í hann komin öfugu megin. Og þetta svona blindhæð og hann einhvern veginn að skrapa bílinn farþegamegin og spegillinn fór af og eitthvað svoleiðis sko, en þetta var allt Siggu að kenna, hún baði hann að fara í berjum á. Þegar Sigga dó árið 2021 var svolítið eins og heimur Baldurs hefði hrunið. Þau hefðu verið svo samrýnd og háð hvort öðru í öll þessi ár. Eðlilega var það því mikið áfall fyrir hann. Þó hann hafi kannski ekki sjálfur talað mikið það. Í apríl 2024 flutti Baldur alfarið inn á dvalar- og hjúkrunarheimilið Kirkjukvól á Hvolsvelli. Ég má til með að segja ykkur það að alla miðvikudaga, þetta er ekki auglýsing, en þá erum við með helgistund á Kirkjukvóli klukkan 14. Þar sem ég flyt nokkra hugvekjur og syng og hann Guðjón Halldór organisti spilar á píanó fyrir almennan safnaðar söng. Og fólk tekur náttúrulega eins og þau áttu ykkur á mismikinn þátt í stundinni með okkur. En Baldur tók alla jafna mjög mikið þátt. Hann var í hjólastólnum og fór hring eftir hring í kringum alltaf hjá okkur sko. Og hann náði meira að fara held í 3 og yfir tærnar á Guðjóni Halldóri. En hann var náttúrulega bara í sínum eigin hugarheimi þarna og farin að hugsa heim held ég. En honum leið vissulega vel á Kirkjukvóli og var í beðin að koma á framfæri sérstökum kveðjum frá aðstandendum Baldurs til allra starfsmanna sem koma þeirri hlýju og kærleiksríku umönnun sem hann hlaut þar. En hugurinn, hann var svo sannarlega heima. Baldur kvaddi þennan heim saddur lífsdaga 8. janúar síðastliðinn. Já, þegar við horfum yfir líf Baldurs hér í dag, þá er svo sannarlega margs að minnast. Margs að þakka og ég veit að það eigið svo miklu fleiri og góðar minningar en ég hef komið inn á hér í dag. Og það er í ykkar höndum að minning hans lifi, fjölskylda og nánustu vinir. Af nægu er að taka. Það er svo margt sem við getum tekið líka Baldur okkur til fyrirmyndar. Vinnum verk okkar vel, verum klettur fyrir fólkið okkar. Reynum að sýna tryggð, örlæti og yfirvegum og verum ekki að flækja hlutina of. Njótum einfallega hversdagsleikans. Ef við náum að njóta hans, þá njótum við alls lífsins. Í þeirri trú kveðjum við Baldur með virðingu og þökk og við fögnum svo sannarlega við farsælu lífi hans og störfum og byggjum honum Guðs blessunar alla eilífð. Lífið er merkilegt og getur farið í allar áttir. Að miklu leyti er þetta í okkar höndum.
Nýtum þann tíma sem við höfum til að vera þar sem okkur líður vel, með þeim sem veita okkur gleði og hamingju. Ekki eyða tímanum í það sem skiptir okkur ekki máli og lætur okkur ekki líða vel. Lífið nefnilega stór og merkileg gjöf sem okkur hefur gefin og við skulum eftir fremsta megni varðveita hana. Njótum lífsins meðan dagur og horfum björtum augum áfram. Að lokum hefur við beðið að koma því á framfæri að athöfn hér í kirkjunni lokinni ykkur öllum boðið að koma og þiggja kaffiveitingar á heimalandi. Ég bið þess að þið sýnið aðstandendum og fjölskyldu Baldurs þá virðingu og þann heiður að þiggja það boð. Eftir athöfnina verður kistan sett hérna fyrir utan kirkjudyrnar þar sem ykkur gefst öllum kostur á að koma og signa yfir og kveðja. Guð blessi Baldur Ólafsson og Guð blessi ykkur öll í Jesú nafni. Amen. Lífsins Guð, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo við studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og láta þær bera vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Baldur, við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Vængja viti og
Allar okkar bænir fylgjum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við segjum öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Bið ykkur að rísa á fætur, við treystum ykkur til. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Baldur, af jörðu ertu kominn. Af jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit Baldri Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Fagurt með frjóvgun hrein.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.